Það eru náttúrulega ekki 32 liða úrslitum, það var ekki draumadrátturinn að fá Víkinga strax í byrjun? Það nú ekki sko, en einhver síður var þetta það sem beið okkar og við hefum kannski viljað gera betur í þessum leik, svona heilt yfir. Náttúrulega komast yfir og erum bara fínir þangað til, en svo föllum við fullt djúpt og við náðum ekki að klukka það og þeir svona pressuðu okkur dálítið stíft og komast í 2-1 en við náðum að gera okkur upp í seinni, komum aftur tilbaka á jöfnum og sem mest svektur við því að hafa náð að jafna leikinn því að við höfum fulla trú á því að við gætum það og fá svo bara hornspyrnu mark frá Víkingum sem að þeir eru náttúrulega ótrúlega segir í að skora mikið úr föstum leikadrum og ég er mest fúll yfir því að hafa hleypt þeim aftur í 3-2 fórustu þegar við erum nýbúin að jafna og það er svona eiginlega drapandi dálítið fyrir okkur og fjórða markið bara mjög rætt í kjölfarið. Var það svona hausinn menn að þess að slaka á eftir að náðin jöfnunarmarkinu? Ég veit það ekki, ég held ekki en menn voru náttúrulega að gera það að halda áfram og reyna að lyfta okkur hærra upp á völlin eins og við vorum kannski búin að gera svona lunga og seinnáleika. Það gekk betur hjá okkur að fara hærra á það og reyna að gera þeim erfiðara fyrir að spila og þannig að svona ég meina hornspyrna sem þú fær á þig og þeir eru bara góðir í því og við vorum alltaf svona slagir að verjast í. Rúmvika í fyrsta deildarleik heimaleik á móti ÍA, hvernig bara svona lítur framleiðið út fyrir þegar Vika er í mót? Bara þokkalega sko, við værum alveg til að vera með lykilmenn í betra standi. Húk er ekki nema 60 mínútna maður í dag og valla það og Freddi er náttúrulega ekki með okkur í dag og Sigurjón og við erum búin að vera í smá meiðsla vesenni með svona þessar strákar sem kannski spiluðu mikið fyrir okkur í fyrra þannig að við en einhvers síður þá er hópurinn ágætlega breiður og við getum tekið vel á þessu eins og við sýndum í dag og þannig að ég er bara spenntur bíða að sjá hvernig þetta verður. Það er náttúrulega allt aðrið þessi leikur að spila við Akarnes heldur en að spila við Víking en einhvers síður verður erfitt og áhugavert að sjá hvernig þessi Íslandsmót fer af stað. Við erum búin að endurheimta einhver á þessum mönnum sem eru fjarverandi í dag fyrir þann leik? Vonandi, ég meina þú veist Jakob eins og Jakob kom inn á í dag og spilaði einhvern hálftíma. Það var ekkert meira á tanknum hjá honum eftir smá veli meðsli og þannig að þetta er svona við þurfum aðeins að reyna að dreifa álaginu en vonandi verður Fred og Sigurjón komnir fyrir næstu helgi og Jakob í betra standi og Vúk í betra standi og það verður meiri samkeppni og þá er nærma tempónu upp á æfingunum aftur. Og allir náttúrulega löglegur í þeim leik? Já, allir verður síðan löglegur í næsta leik þannig að þú veist, það gefur okkur allavega möguleika á að gera breytingar og spila önnur kerfi eða fara aðra leiðir í því að sækja eða verjast þannig að fullt af möguleikum sem býður upp á. Varstu til að fá Ægir Jarl, verður hann klár? Það er möguleiki en það er tæft. Við erum með því miður eins og ég segi allt og marga svona sem eru spurningamerki sem er ekki gott þegar að mótið er að hefjast en vonandi að þá verða þeir klárir sem fyrst bara.